Já, komið þið sæl, sunnudagur og þá eru líka sýnir Egils. Ég fengi til mín góða gesti. Það Steinunn Bragadóttir, hagfræðingur á ASÍ, Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður og fyrrverandi ráðherra, Einar Kárason, rithöfundur og fyrrverandi varaþingmaður og Theodóra Þorsteinsdóttir, þú bæjarfulltrúi í Kópavogi, en þú líka sitt á þingi. Já. En stutt. Stutt, ég á metið. Já, áttu metið? Já. Hvað var það? Þetta voru örfóðu mánuðir. Þar frá því að ég var kosin allir í Sagamir. Já. Ég tók Íslandsmetið. Þetta bara hendaði mér ekki, sko. Nei. Og ég, það var mikil press á mér á þessum tíma út af umræðum tvöföld laun. Og það var svona krafa, ég myndi segja mig sem bæjarfulltrúi, en ég ákvað frekar að segja mig sem þingmaður. Já. Og því ég vildi bara fara heim í hérað og vinna að nærþjónustunni og halda því áfram. Já. Og í Guðlaugur Þór vorum við saman í stuttum meirihluta á þinginu á þessum tíma, sko. Já. Nei, ég valdi þetta, ég vildi frekar vera í Kópavoginu. Já. En þú vaktir svona athygli þegar þú varst að hjálpa föðuðinum í hruninu. Já, það kom reyndar í fjölmiðla, en þetta voru náttúrulega mörg dómsmáli. Ég fór sjálf líka í gegnum þetta. Þannig að þetta voru nokkuð dómsmál, við unnuðu öll sem betur fer, sem hafði raunverulega áhrif á fjölmarga, þúsundir, niðurstuðu úr þessum dómum. Og ég veit ekkert hvar ég væri ef að ég hefði ekki klárað þetta óréttlæti, sko. Nei, en þú fórst í lagadeildina? Já, eftir hrun, þegar allt var vont. Til að undirbúa þig Já, meira sko, bara til að komast í einhvern veginn talsamband við einhverja lögfræðinga. Því ég hafði ekkert efna þessu. Ég notaði í forlögfræðina og notaði námsláni mín til þess að leita mér lögfræða aðstöðar. Og það var náttúrulega bara, ég þurfti svolítið að forgangsraða að ég tók fyrst mál foreldra minna. Og við kláraðum það fyrir þeim tíma var ekki Landsréttur komið, það var fyrir Héraðsdóm og Hæstarétt og við unnum það. Og síðan tók ég mín mál líka og sem við unnum líka og undir lokin tók ég síðasta máli þar sem að ég krafði Landsbankanum vexti sem þeir neituðu að greiða og gerði kröfur sem hef aldrei verið gerða áður sem að voru sko vextir, dráttavextir. Ég man ekki hvað þetta voru einhvers konar fleiri nöfn af þessum sem búin að gleyma einhverja miskabætur og eitthvað slíkt og í því máli þá fekk ég eiginlega niðurstöðuna mjög fljótt og Landsbankinn tapaði því þannig að ég fekk allar þær bætur sem ég þurfti á að halda og sátt með það. Svo færði vexti og vaxtavexti og vexti líka þeim og miskabótavexti eitthvað, ég man ekki hvað það kallaðist en það hefur allavega aldrei verið greitt áður af fjármunum sem að bankarnir halda eftir sem að, þetta voru raunverulega bara miskabætur fyrir það að þeir tóku allt á okkur í svo mörg ár. Svona við fara í léttari mál, það eru stríð í heiminum. Það Guðlaugur fyrrverandi utanríkisráðherra. Þetta skelfileg staða sem teiknast upp, það ekki? Jú, alveg. Það auðvitað hafa alltaf verið stríð í heiminum og sum alveg hræðilega á þess að kannski verið mikið í vestrænum fjölmiðlum og það en hins vegar náttúrulega núna erum við að sjá svona hluti sem að við held að fáir geti sterkt sig að hafa séð fyrir og náttúrulega komin í rauninni með nýtt kalt stríð og svo ertu sömuleiðis með stríð í Evrópu sem að við höfum ekki séð í mjög langan tíma og það sér ekki fyrir endan á því svo getur rauninni sagt að þú sett að fá svona, þriðja Persaflóastríðið en aðalatrið þetta að þú ert með bara mjög svona breytta heimsmynd, það alltaf þannig þegar að einhvern veginn virðist vera, sagan endurtekur sig alltaf þegar að við höldum að við séum komið í eitthvað lignan sjó og logn að þá erum við ekki að huga að ýmsum hlutum og má kannski segja að menn hefur mátt vita af spennu og svona, hvað skal segja, hlutum sem myndu leiða til einhverja hluta en eftir stendur að þetta svona staða sem að
við erum ekki að sjá fyrir endan á strax. Nei. Það held ég ekkert sem bendir til þess að við sitjum inn eftir ár að við tölum að þetta hafi allt saman verið í þáttíð og við séum aftur komin einhvern veginn á lignan sjó. Þú heldur það? Ég hef ágjörð af því og auðvitað hafa menn sofið á verðinum. Já. Og við sjáum það bara til dæmis eins og Evrópa sem náttúrulega sofið verðinum í áratugi og að fara úr því að vera kannski að bara svona vera með halda sínum vörnum sem að önnum fannst kannski augljóst að þyrfti að gera í það að setja í rauninni sko gríðarlega fjármuni sem við ætla að gera á skömmum tíma til þess að vinna upp einhverja áratuga varnar vanrækslu, svo eitt dæmi sé tekið en síðan náttúrulega þannig eins og bara Íran, bursið hvað mönnum finnst einstakar aðgerðir. Já. Það hefur ekki farið fram hjá neinum sem vilja vita það að þeir eru búin að vera núna í áratugi að fjármagna hryðjuverkasamtök sem hafa valdið öllum þeim usla og hörmungum sem þeir hafa mögulega getað. Og það að einhvern veginn að menn vona að það sé hægt að tala þessi stjórnvöld til og einhvern veginn að fá þá til þess að sjá að þetta sé nú ekki skynsamlegt og gott að það var alltaf borin vona að það myndi verða. Já, en svona, var þetta ekki meira heldur en fólk svona almennt óttaði, sko, að þetta er bara þarna geisa stríð land á milli og það er bara erfitt að fylgjast með hverjum með hverjum og hver að gera hvað. Í fyrsta lagi þá vitum við minna en við höldum. Og það var svolítið, mér varst áhugavert bara svona sem ungu manni að svo þegar þess Sovjetríkin féllu, það spáði enginn og ég var einmitt að hitta Stefán Hafstein og göngustígnum Gráa Ján, við vorum að ræða þetta og mér er bara mjög minnistætt að ég var bara formaður félagungra sjálfstæðismann á Akureyri, þá fæ ég Arnór Hannibalsson á fund og svo var flugin alltaf frestað þannig ég var með honum í heilan dag þannig að hann hélt bæði fyrirlestur að því hann var nú kannski í einstöku stöðu allavega Íslendingum að því hann svo ungum að var kommunisti þá fekk hann að ferðast þetta Sovjetríkin og hann var að segja okkur svona hluti náttúrulega áður en að þetta hrynur allt saman sem manni fannst svona bara var alveg á skjön og þessi allir voru að tala sem hann var bara að segja að þetta eru marga þjóðir þetta er ekki ein þjóð og svo mun þetta brotna upp með þessum hætti og það var nú enginn sem trúði honum en það sem ég tek úr því og sama þegar við erum að ræða Kína, þegar við erum að gera Íran og slíkt, hvað við vitum ótrúlega lítið og finnst mér vísu mjög áhugavert að því að eins og með Kína hvað sérfræðingar tala varlega það þorir enginn að vera með mjög sterkar skoðun og segja þetta er svona að því fólk veit það ekki sama með Íran að það var 90 milljón manna þjóð með gríðarlega mikið af auðlindum hefur verið með sko bara hræðileg stjórnvöld sem hafa ekki bara verið að kúga sína eigin þegna heldur hafa verið að fjármagna með beinum hætti og styðja og með vopnum og öðru slíku hræðileg samtök út allt. Svo ertu náttúrulega með Rússland sem að aftur og ég reyndi nú að spyrja alla þá sem ég mögulega gat þegar ég var svona á vettvangi sem utanríkisráðherra reyna að fá svona bestu upplýsingar í rauninni hvað menn töldu að þar væri á ferðinni. Mér varst nú forseti Finnlands kannski vera svo sem að maður tók svona mest mark á því að þeir eru bara með, hvað skal ég segja, með svona sérstakt sjónarhorn sem að ég fann náttúrulega því ég var í miklum samskiptum við til dæmis Sergei Lavrov og hann talaði mjög hispurslaust við mann svona þeirra sýn en hvað nákvæmlega er að gerast þar og hvernig þetta mun þróast er bara mjög erfitt að átta sig á hvað ég meina Pútín fer einhvern tímann frá hvað gerist í kjölfari á því það er harla ólíklegt að það gerist eitthvað sérstaklega gott en hann er líka virðist vera komin Marcin Bender sem komin í þá stöðu að hann verði að halda þessu stríði áfram bara til þess að halda sjálfum sér á þeim stað sem hann er Við kynna ekki Nei, það er ekki snýst ekki það ég meina, ég heyrði það frá vinans Bakka, ég heyrði það frá vina þessast mann sem var miklu samskiptum við hann á þeim tíma að sagði sko Pútín telur að hann komist aldrei lifandi frá Kreml og það nú verið upp svo hugmyndur um að það væri sko kannski besta til þess að vera með einhvern koma á auknum frið í heiminum að hafa einhvern stað fyrir alla þessa einræðisherra sem eru búin að
koma sér til valda og halda sér á völdum með blóðum drifnum aðgerðum að þeir þyrftu að vita það ef þeir myndu hætta þá fengir að vera í friði. Þeir vita þeir verða náttúrulega þá teknir næst sem gerða verkum að þeir hanga á völdunum eins og mögulega geta, en það við vitum alveg hvernig. Ég meina allir þessi Kim Jong-un og Putin og hvað heita allir. Þeir eru náttúrulega allir séð hvað gerist með Hussein og Gaddafi og þetta og þeir ætla ekki að fara þangað og hvað kemur það okkur við? Jú, það bara hefur allra handa alvarlegar afleiðingar í för með sig. Ég er ekki að segja sem er lausn og ég er ekki að leggja neitt til í þessu, en ef við erum bara að ræða þetta og maður er svona að meta stöðuna í heiminum og sko framhaldið og hvað sé hægt að gera, að þá er engar sérstaklega góða lausnir á borðinu. Steinunn, þú vilt með þessu náttúrulega eins og aðrir? Já, þetta ger ég það sko og veist, ég er kannski svona eitthvað af einhverju kynslóð sem að mér er svona einhvern veginn kannski heimsmynd mín einhverju leiti svona hrunið á síðustu 5 árum eitthvað og einhvern veginn gerir það bara einhvern veginn svona stanslaust sko, þú veist. Eða þú veist, það er einhvern veginn alltaf þú veist, einhvern veginn það er einhvern veginn alltaf eitthvað fleira sem getur molnað, þú veist, það er og þetta er þetta, þú veist, já maður hefur bara ótrúlegar áhyggjur af ástandinu sko. Og já, ég held að svona eina, þú veist, einhvern veginn svona stjórnmála maðurinn sem maður svona lítur upp eða þú veist, svona þeir sem maður finnst trúverðir núna eru Spánverjar einhvern veginn, svona einu sem verðast einhvern veginn en þá trúa því að friður geti eða þú veist, að það sé einhvern veginn að það sé hægt sko og þú veist, það hefur verið ótrúlega hressandi að það sé einhver sem að einhvern veginn heldur uppi þeim sjónarmiðum sko að einhvern veginn ofbeldi muni alltaf leiða sér meira ofbeldi og svo þú veist, þannig að en það er orðin svona einhvern veginn ótrúlega svona, þú veist, mörgum fyrir til í barnaleg rödd í þessum veruleika sko það er einhvern veginn, svona vongóð Já, þú veist, og í raun, ég held bara, að flestir upplifa þannig að það sé barnalegt, sko, en ég held að, þú veist, maður verði að trúa því ef að, þú veist, það er líka einhvern veginn, Einar, þú ert einn eftir í þessu? Já, það er náttúrulega þetta sem núna er kannski kvíðavænlegast af öllu er þetta stríð í Íran og sko, ég held nú að þeir hafi trúað því Trump og Netanyahu að sem sagt þeir gætu bara með einhvers konar leiftur árás komið á staði einhverju atburðarás þannig að klerkastjórnin fjalli og ég meina þú veist ef að svo hefði verið það væri bara komin upp einhvers konar lýðræðisleg staða með mannréttindum og kvenréttindum og öllu slíku þá hefur það verið gott. En ég held hins vegar að það sé bara ansið hræddur að það hafi verið mjög óhóflega bjartsýni. Ég las nú fína fréttaskýringu eftir Kristján Jóhannesson í Mogganum í gær. Þar sem hann er nú mjög fróður svona hernaðarmál og slíkt. Og hann var að segja sko að Loftárásir Einar sér mun ekki fella klerkastjórnina. Til þess það er landhernað. Og þetta er óhemju stórt land og mjög fjöllótt erfitt yfirferðar. Og það hefur engum tekist að sigra Persa bara í mörg þúsund ár með einhvers konar innrás í landið. Og hann sagði ef þeir getur trommað upp með kannski 800.000 manna herlið, þá er ykkur möguleiki þeir getur gert eitthvað. Svoleiðis að ég er skítrættur að þetta eigi eftir að vera mjög langt og blóðugt. Vegna sem svo Guðlaugur nefndi þá er þetta meira 90 milljón manna þjóð og bara mjög öflugt fólk. Ég man nú bara eftir því að þegar að var þessi bylting klerkana hvað var það 90? Nei, 78 var ekki. Jú, það getur stend 78-9 að þá var náttúrulega allt í upplausn í landinu og keisarinn flúin og svona að þá ætlaði Saddam Hussein að vera klár af því að það er engin fyrirstaða hjá Írunum og taka hann að landsvæði sem þeir hafa lengi deilt sem tilheyrir gömlu Mesopótamíu og Írak að telja eigi að tilheyra Írak en það voru nýlenduveldin sem bara dróðu Austurríkisandinn. Svo þess að hann réðist inn með ógrynni liðs og ég man ekki hvað þetta stríð stóð lengi en það var svakalega langt og blóðut og það kom ekkert út úr því. Hann náði ekki ekki tommu að landi.
Ekki 10 ár. Já, 10 ár eitthvað svolítið, sko. Og þetta getur vel þróast út í eitthvað djöfisins subbuskap, sko. Já. Fyrir utan það að náttúrulega heiftin sem myndast, sko, stjórnvöldin í Íran eru alveg örugglega mjög óvinsæl. Og það náttúrulega sást á þessum mótmælum sem voru barið niður á algjöru miskunnarleysi. Já. En hins vegar, þegar ráðist á eitthvað land, þá hefur þjóðin tendens til að sko, svona saminast. Ok, núna þetta í gangi, við verðum að, við getum ekki verið ykkur 5. herdeild og ekki hnífi í bakið á stjórnvöldum sem bara verja landið. Svo lesa ég, mér líst ekki á þetta. Nei, það fyrir ekki En hins vegar, það er, ég er ekki að segja ég sé neitt spámaður þetta, sko. En af hverju hófst þetta núna? Ég man eftir því að því það var minnst á þegar fall Sovétríkjanna sem komið óvart að í ársbyrjun, hvað ekki 89 sem Sovét féll, þá viðtal við Sverrir Hermannsson og hann spurður hvernig hann lítist á þróunum í Sovétríkjunum. Það var nú svona, menn sáu að það var eitthvað að breytast. Þá sagði hann, Sovétríkin svo mikla eik fellur ekki við fyrsta högg. Og þetta var bara farið nokkur mánuði seinna. Svo leys að spádómar geta reynst all hæpnir. Já. Þetta svona líkt Sverri, sko. Já. Hann talaði oft í fyrirsögnum, sko. Það var mjög vinsælt að taka viðtal við hann. Já. Nei, að þú spyrir, sko, á hverju gerist þetta? Já, hvað? Sko, það sem að náttúrulega Vesturveldin eru búin að vera að reyna að gera í áratugi, að reyna að fá til að hætta að búa til kjarnorkuvopn. Já, jú, það er rétt. Jú. Og þeir hafa sett gríðarlega fjármuni í írönsk stjórnvöld gegn því að þeir hafa, sko, einhvern veginn hægja á að hætti því. Það hefur ekki gengið eftir og þeir muni eftir þar nokkru mánuði síðan að þá fóru þeir einmitt inn og sprengdu svona, þær þessa búið þeirra eða aðstöðu og það er örugglega einn þátturinn í þessu, kannski tel ég að sé ekki að hafa náð þeim árangri sem var, því að Íran klerkastjórnin með kjarnorkuvopn, sko, þetta er alveg nógu slæmt núna, sko, þú veist, þarna það er alveg nógu mörg mannslíf og allt það sem en með kjarnorkuvopn, þeir myndi ekki hika við að nota þau, sko, það bara truflaði ekki neitt, sko, og en mér finnst samt, sko, vera áberandi og hann er náttúrulega búin að fara mjög á skjön Trumpi þar sem hann sagði í rauninni fyrir kosningar því hann hefur bara talað niður að þetta verið fullkomið mistök í Írak og allt þetta og myndi ekki fara með land til og mér er svona harla ólíklegt, þú þarft alveg að það myndi ekki fara fram hjá neinum ef þú ætlar að fara með 800 manns þann inn en það er mjög hæpið. En þeir eru á leiðinni með hæpið að það kannski ykkur eyju það sem að, sko, ef þeir ætla sig en það er kannski meira með annað heldur en reyna að taka yfir landi, það er kannski meira með olíuhagsmunina en sko þarna sko ef þeir það er bjartsýni að mörgum ástæðum að ætla að með því að þó þið náði, þetta er náttúrulega gríðarlega stór her og maður svona áttar sig ekki á því hvaða miklum árangri að náða í eðilgja flugherinn og flotan og svo framvegis þristum ekki til að segja fyrir það en jafnvel þó að það tækist allt saman að það er svona hæpið bæði út af því að þjóðir, þær hafa tilhneigingu til að sameinast þegar á þær ráðist þó þær séu sundraðar og svo framvegis en síðan er líka hitt að sko þeir eru með svo svakalega öflugan þarna her og lögreglu sem að hikar ekki við að brjóta niður allt ofbeldi þannig að jafnvel þú segir, við erum búin að taka þennan stóru, það er nóg eftir til þess að halda almenningi niðri, sko. Já, þessi byltingar vörður mörgundur húsum manns. Já, og nýr fanatískir. Já, nýr rotti orðin yfirmaður þess, sko. Sko, hagsmuninir, það hefur ekki svona nema að hann sjá ykkur hagsmunir í það með Trump og Ísrael, það er hljóta hafa verið að gyrnast olíu. Það er samt minna kannski, sko, Bandaríkin hafa breyst og tiltölulega skömmu tíma úr því að vera ríki sem flytur inn olíu, núna flytja út olíu. En það er samt sem að... Það er alltaf hagsmunir bakur. Já, svo er þetta náttúrulega líka Kína, það er sko Íran, Kína, Rússland, þau hafa verið mjög þétt saman. Og Kína á mjög mikið undir því að fá olíuna frá Íran.
og en það alls konar kenningar í þessu sko, það þarna með að þetta sé útspil til þess að bara unni, þó svo að þið tala ekki þá í rauninni þessari þjóðaröryggisstefnu sem var nú rétt bróðinni rétti mér hérna síðast ég kom og við vorum að ræða sko, sem náttúrulega mjög svona öðruvísi, að þá eins og menn sé ekkert mjög mikið að tala Kína þvert á það sem var. En það liggur alveg fyrir að það eru polarisingin núna, það eru Bandaríkin Kína og Bandaríkjamenn ætla ekki að láta Kínverja verða helsta forysturíkið og það líka mjög gott vegna þess að hvað sem á að segja Bandaríkjamenn, eitt að líta svona bandarísk stjórnvöld, eitt svona skammtíma og annað langtíma að sko okkur finnst allt svo sjálfsagt, okkur finnst sjálfsagt að vera með og þú talar um heimsmyndi þín sé farin. Sko þegar finnst eitthvað að vera sjálfsagt þá mjög líklegt að þú sitt að fara að missa það og það lýðræði, mannréttindi og eitthvað sem okkur finnst vera sjálfsagt bara mjög ungt í mannkynssögunni og við erum bara mjög fá sem fóum að njóta þess og það eru bara mjög öflug ríki eins og Kína og ef við tala verið stjórnvöld í Kína þeim finnst það bara ekkert besta hugmyndin sko og þeir telja bara að þeir séu með aðra valkosti sem séu bara betri og ef þú sest niður og spjallar við þá hreinskýrslega þá faraði bara yfir það sko. Já, en ég held að minka líkurnar á því að draumur Trumps friðarverðlaun Nóbels rættist. Hann fékk friðarverðlaun FIFA. Já. Kannski sjá þetta núna. Meiri brandari. Algjörlega galinn. Erðu enn hérna Steinunn? Já. Þú skrifaði grein. Já, ég gerði það. Svona, þú vilja vara við einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu að það sé að koma tvöfaldskerfi. Já. Er það ekki niðurstaðan? Sko þetta er ekki fyrsta skipti sem að Alþýðusambandið tjáði sig þessi mál sko og heilbrigðismálin voru tekin sérstaklega fyrir á síðasta þingi Alþýðusambandsins hitti fyrra 24 og þannig við erum með mjög skýra stefnu, nýlega stefnu sem var einhvern veginn samþykkt á þessu lýðræðislega þingi Alþýðusambandsins þannig að svona kannski einfalt fyrir okkur að bregðast við þessu, því við erum bara, þetta hefur verið mikið til umfjöllunar. Náttúrulega skrifa þessa grein vegna þessara herferðar viðskiptaráðs, þetta er svona svar við því. Við höfum reynt að setja þessi mál á dagskrá og nú gera þau slíkt þið sama, sko. Og ég held að það bara er ágætt að minna fólk á að viðskiptaráð eru sérhagsmunasamtök sko, lobbyistar sérhagsmuna og ég í mínu starfi er lobbyisti, nema ég er lobbyisti almannahagsmuna, það er allt annað sko. Og fjölmennustu samtaka á landinu, fyrir utan íþróttahreyfinguna. Og það er bara, það er okkar hlutur sko, og skrifa, þessi grein var það, við erum bara að reyna að vekja máls og athygli á hagsmunum almennings í þessu samhengi og launafólks og já, það er náttúrulega viðskiptaráð kemur út með þessa greiningu sína það sem þau eru einhvern veginn að leggja upp er að segja okkur að heilsugæslan sé einhvern veginn svona, í mólum sé langir biðtímar og einhvern veginn þar hafi allt, einhvern veginn gangi einhvern veginn illa til að svo sannfæra okkur að því skulum við bjarga með einkavæðingu sem er svona svolítið klassískt stef sko og svo svona kannski smáaletri í þessu er að gott væri líka ef að einkareknu heilsugæslurnar sem við nú þegar höfum sko nokkrar, gott væri ef þær getur tekið út fengið að taka út arð úr sínum rekstri sem þið allt fram úti. Absolutt. Þessar einkareknu heilsugæslur eru fjármagnaðar með úr sjóðum, opinberum sjóðum og það er bara skýrt í stefnu Alþýðusambandsins að fé úr opinberum sjóðum má ekki að enda í vössum já, þannig að það er alveg skýrt sko. En það er svona, þetta er kannski þetta var svona kannski smáaletrið í þessum lobbyisma viðskiptaráðs og þannig að við bara bregðumst við því og en kannski
sko almáli og við höfum og þau auðvitað segja okkur að samfara okkur að öll Norðurlöndin hafa gert þetta eins og horfa til þeirra og nú þegar hafa Norðurlöndin öll einhvern veginn einhvað sínar heilsugæslur og það væri nú þetta bestu við Íslandi að gera það líka nema hvað við höfum bara mjög skýran málflutning frá Svíþjóð sérstaklega er svona það sem við höfum leitað ráðgjafar að og þú getur vel verið og talir við Svíja sem eru á einkarekinni heilsugæslu og finnst það æðislegt sko, en svona stóra myndin og það getur líka verið á Íslandi, það eru örugglega æðislegar einkareknar heilsugæslur hér í bæ og fólk eru örugglega Kirkjusandi ægilega ánægt með sína þjónustu og ég er ekki ætla ekki að fara að rífast við þau en sko það sem við erum að horfa á er stóra myndin að það er verið að svona telja okkur trú að eina sem að bjargi þessu kerfi okkar, heilbrigðiskerfinu og samkeppni og það eru við bara fundamentally ósammála, bendum á reynslu annarra þjóða og eins og í Svíþjóð, þar er þetta þar ertu komið með, og þar þetta er allt einkareknar heilsugæslur sem að eru auðvitað fjármagnar úr opinberum sjóðum eins og við þekkjum hér og þar er það þannig að það hefur orðið rosaleg mismunun í aðgengi að heilbrigðisþjónustu eftir stétt og búsetu. Það er niðurstaðan í Svíþjóð. Það er bara svart og hvítt og allir sem vilja sjá það geta séð það. Og það er bara það sem við bendum á. Og það er, og við skiptum að segja okkur að engar regnum heilsugæslurnar séu hagkvæmari og fólk sé ánægðara með þær en eins og í það sem við sjáum í Svíþjóð er að þessar einkareknu heilsugæslur þær poppa upp í hverfum þar sem eru með góðan kunnahóp notendur þjónustunnar eru með einfalda ekki með er ekki með flóknar þarfir þegar kemur að heilbrigðisþjónustu. Þeir eru einkareknar heilsugæslur í Svíþjóð setja auglýsingar á strætóskýli og segja ertu með kvef, komdu til okkar við ræddum þér, þetta eru kúnnarnir sem þeir vilja. Meðan að þú ert með hóp sem að þarf raunverulega á þjónustu að halda og með flóknar heilbrigðisþarfir sem að einhvern veginn þeir verða undir í þessu þetta er bara það sem við bendum á og viðskiptaráð einblínir á höfuðborgina í þessu samhengi það er eitthvað að leikarsarið að bera saman Kirkjusand og miðbæ sem að mér finnst algjörlega galinn samanburður en það er gert í einhver svona framhjálhlaupi í þessari greiningu þar sem með nýuppbyggt kerfi þar sem að ég held að kannski svolítið ég held að meðalaldurinn er hár sko en þú ert samt einhvern veginn með þetta er auðvitað ekki þetta er ekki hvaða gamalt fólk sem sem að við þurftum með dýrar og nýjar íbúðir í þessu hverfi og með Laugardalinn sem er fjölskylduhverfi og svo ertu með heilsugæsluna í miðbæ sem er bara notendahópurinn þar er allt annars þannig að það er einhvern veginn engan veginn hægt að og auðvitað kemur svo þeir tala hagkvæmni að bara ég teki svona mörg viðtal fyrir svona mörg mikinn kostnað sko. Það fyrir auðvitað allt eftir því hvaða fólk þú ert aðstoða sko. Þannig að við gagnrýnum þetta en þetta er svona það sama og við sjáum í Svíþjóð en svo er það líka það er þetta landsbyggðarelement sem er þetta ekki komið inn á það er einhvern veginn að þú ætlar að leysa heilbrigðisvandann með einkarekinni heilsugæslu það vil enginn reka einkaveita heilsugæslu á Raufarhöfn. Það er engin hagnaður á því, þú færið ekkert út úr því. Það gerir það enginn, nema hið opinbera. Og þetta er svona það sem að, og þetta eru varnaðarorð sem við heyrum úr mínum heimabæ á Akureyri, að þar stóð til að opna, bæta við heilsugæslu og fá einkarekna heilsugæslu þar í bæinn og þar hefur Heilbrigðisstofnun Norðurlands varað við því. Og basically segir að það muni fleita rjómanum ofan af þeirra rekstri og rjóman sem þeir nota svo til að sinna þessum hópum þessum sem er dýrsta sinna af því að einkarekin heilsugæsla myndi bara opna á Akureyri hún opnar ekki á Húsavík eða hún opnar ekki og Heilbrigðisstofnun Norðurlands sér þessar dreifðari byggðar sem er leiðis og þannig að þetta er ekki svona einföld mynd eins og viðskiptaráð dregur upp og það sama hefur sést í og þetta sama á veiðum eins og skólana það hefur verið í Svíþjóð líka þetta gerist þarna á 10. áratugnum að það sem að verður rosaleg einkavæðing í þessu í heilbrigðiskerfinu, í skólanum og þetta er
þú veist, þetta er rekstur sem er komin á mjög fáar hendur í Svíþjóð. Þar sem tekin út mikill arður og ég er nokkuð vissum að það er mynd sem að við viljum ekki sjá. Hér verði einhverjir svona heilsugæslu mógúlar sem að hagnast rosalega því að reka hér einhverjar nokkrar einkareknar heilsugæslu sem þau myndu örugglega ekki gera í Breiðholti og ekki niður í miðbæ Reykjavíkurborgar, skilur við. Heldur á Kirkjusandi og upp á Öfða, skilur við. En við erum svo lánsum að hjá okkur er fyrirvændið heilbrigðisráðherra. Já, ég býð spennt að heyra þetta. Sjónamið, ólík sjónamið. Ég má koma stað og ég vona að fá í smá stundir sem fara yfir þetta. Fyrsta lagi, sko, það finnst mér ótrúlega ósvífið að tala heyrðu, smámál. Þú ert sérhagsmuna, ég er almennahagsmuna. Ég bara geta almennahagsmuna alltaf gert, mun alltaf gera. Já, en þú ert ekki í forsvari fyrir... Nei, en ég bara veit alveg að ég heyri þetta frá okkurum pólitískum öflum sem að reyndar eru mestu sérhagsmuna fólkið sjálft en láta það leggja með hluta. Fyrir ekki það núna, nema kannski eftir. Nú er þetta þannig að ef menn að tala gegn einkarekstri í heilbrigðisþjónustunni, þá þurfum við að taka til, sko. Nú þurfum við virkilega að hreinsa út, sko. Meðferðarheimil, SÁÁ, hlaðgerðarkot, krísuvíkusamtökin. Þetta er allt einkaaðilar. Ef að fara í hjúkrunarheimilin, Grund, þarna Hrafnista, Sóltún, allt þetta. Við erum að henda þessu öll út. Rosalega mikill munur á hagnaðardrifnum sjónarmiðum og almenna reglan er þessi. Þegar kemur að heilbrigðisþjónustu út allan heim, að það er mjög mikið af því er þriðji geirinn og annað slíkt og ef að menn alltaf virkilega, ef einhver trúir því að ríki gerir þetta betur heldur en einkaaðilarnir, já þá fyrir illa fyrir okkur. En getur ekki verið sem að segja að það sé bara öðruvísi fólk að sko einkastöðvarnar er inn í hverfum það sem er svona... Nei, þetta er allt þvæla, þetta er allt algjört rugl. Og leyfðu mig að komast að ég skal fara yfir, ég þekki þetta bara ágætlega þegar ég var heilbrigðisráðherra og við til dæmis skoðuðum það, var sérstaklega heilsugæsluna og einn góður maður, Guðjón Magnússon, stýrði nefnd og kom með tillögur sem að fór yfir að koma sömu niðurstöðun og nefndi þar á undan og svo varum bara hent út úr ráðuneytinu. Þetta er 22 mánuði og við bara fórum ekki í það en Kristján Þór gerði það, kláraði í rauninni að stórum hluta það verk og þá var niðurstaðan alltaf svo sama. Því að það var salahverfi sem átti þetta hræðilega framtak að það var líka borga eftir ákveðnu módeli og það er nákvæmlega sama sem við tökum frá Norðurlöndunum. Hugsunin er þessi, það er engin heilbrigðisráðherra í neinum, hvergi heiminum sem segir, heyrðu, ég kom með nógan penning, slaki aðeins á, ekki meira í fjármunni. Þú getur alltaf gert meira, þannig að þetta snýstu það hvernig þú getur veitt almenningi eins öllum, eins góða þjónustu sem mögulegt er. Og það sem er gert þá kostnaðargreina með þjónustuna. Það er gert ekki bara, við sko bara taka heilsugæslu núna. Í Danmörku, síðast í vissi, þá var engin ríkisrekin heilsugæslu, öll einkarekin. En þau fá borgað frá svona svipuðum módelum sem gangi út á það að þú metur þyngd sjúklinga, þú metur þyngd þjónustunar. Og síðan er það þannig, Einar Kárason er að stýra þessari heilsugæslustöð og því þetta módel getur líka verið við opinberar heilsugæslustöðar. Og hann því meiri afköst og því meiri gæði, þá fær maður borgað eftir því. Já. Og þannig að til dæmis ef að þú ert með í Breiðholtinu, gefum okkur það, að vísu Breiðholti alls konar, frábært hverfi, en ef menn er að vísa til þyngdar sjúklinga, þyngd sjúklinga er alla jafna eldri sjúklingar. Já. Og síðan er það vísu bara ákveðið sem menn gera á heilsugæslunni því að svo vísa menn því áfram því að hugsunin svo að heilsugæsla sé fyrsti stoppið. En þá er borgað og það er menn alltaf að þróa þessi módel. Fyrsta módeli sem var gert löngu fyrir mína tíð í salahverfinu, það til dæmis borguðu menn ekki fyrir símtölin. Þannig að segjum það að Einar Kárason sé bara duglegur læknir og hann veit bara að þegar menn hringi inn, hann margt sem að getur afgreitt með síma, að þá fá mann ekkert borgað fyrir það. Skiptir engu máli hvort það er opinber eða einkarekin. Og síðan hefur hins vegar bara gengið þarna og síðan er hröð þróun í þessu og það að, ég meina, vitum það alveg, ríkiskerfi hefur oftar en ekki reynst mjög þungt. Oft mjög dýrt. Ég þekki nú sjálfur að því að ég sett af stað Sjúkratryggingar Íslands, fórum það gegnum þingið. Ég takur eitt dæmi, að því ég kom inn þá voru Augnsteinar aðgerði var lengsti biðlistinn. Og til að ég tala þá einu sem að gerðu það var Landspítalinn. Hvað kostar Augnsteina aðgerð? Hún kostar 200.000 á Landspítalinn. Við buðum þá út, þetta er aldrei almennileg samkeppni, heldur í rauninni, en það er sann sem á, það er spurning hvort að fleiri með möguleika þess ekki. Niðurstaðan svo sömduðu 5 aðila
og augsteinaðgerðin kostaði rétt rúmlega 100.000 krónur. Með öðrum orðum við gátum gert helmingi fleiri aðgerðir fyrir sama pening. Og þarna voru við að hjálpa almenningi, því að þegar það verður tvöfalt kerfi, hvenær gerist það? Það er þegar þjónustan er ekki til staðar og fólk, og það er öllum, það er ekkit, ég bara hitt fólk á þetta biðlistar hafi verið lengi sem hafa borgað þarna bara aðgerð fullu verði vegna þess að opinbera kerfi gat ekki, vegna þess að við nýttum fjármunum ekki eins vel eins og mögulegt er, að það gat ekki annað þessari eftirspurn. Þá er orðið tvöfalt kerfi. Tvöfaldakerfi kemur vegna þess að þú getur ekki annað. Þú komið of langa biðlista. Þá kemur tvöfaldakerfi. Það er á ábyrgð einhvers. Nei, já, þú getur og það er ekki, þú segir ekki að, þú veist, við endum hér af því að það er ekki nóg samkeppni í heilbrigðiskerfinu. Ég er að segja það er ekki farið eins vel með fjármunni eins og hægt er. Ég var að taka dæmi augsteinina. Ef að ég haldi mig ríkis þarna megin, bara sagt, ok, ég bara er hérna sósíalískur lítið hluti af öllum pakkánu, sko. Jú, það er bara eitt dæmi, það er bara dæmi sem þetta á við nokkurn veginn allt, að undan er skilið að þú verður auðvitað að hafa öflugan Landspítala sem að tekur líka eitthvað sem að það er sumar aðgerður þannig að það eru bara 6 aðgerður á ári. Þannig að til dæmis að þú verður að hafa tilbúið á Landspítalanum svo færðu bara lækni sem er úti sem gerir þessa aðgerð allt árið og hann safnar saman þessu og þetta er gert 6 sinnum ári. En þetta snýst bara það hvernig hvort þú sést að fara vel með fjármunina og ef þú ferð vel með fjármunina þá er almenningur í betri málum vegna þess að þá getur þarna keypt eða borga fyrir fleiri aðgerðir þannig að hinn venjulegi Jón hann á miklu meiri möguleikar að því að bíða stutt á biðlistanum eftir því að komast og fá sína þjónustu. Og heilsugæslan er ótrúlega skýrt dæmi að, og ég þekki bara sjálfur, ég meina eina skiptir sem að, já, ég get sagt það núna svo langt síðan en þarna, já, ég fekk að vísu alltaf tíma á heilsugæslunni minni þegar ég var ráðherra og lögðu í hætti að þá var ég annarkvort þarna fallin frá að búið ná mér þegar ég náði því vegna þess að það var bara ekki skilvirkt og það er bursið frá því hvort sem út með engar ekki opinbert að þá er heina viti fyrir okkur að læra og gera það sama og þess vegna voru sjúkratryggingar stofnaðar eins og Norðurlöndin og það er algjörlega nýtt fyrir mér að heyra það að menn í fullri alvöru tala hér það að hið opinbera eða runni það heilbrigðiskerfi sem við erum með á Norðurlöndunum að það sé eitthvað kerfi ójöfnuðar og reyna að koma í vekk fyrir að fátækt fólk fái þjónustu. Þetta stenst enga skoðun en menn er að þróa sig í því að búa til fjármögnamódel og gæðamódel þannig að hún nýtir fjármögnuna sem best mannafla sem best og það er bara skiptir máli. Út í þetta gagnvart þessu augsteinamáli gagnvart sko þessu sem er hið opinbera Landspítalinn borgaði 200.000 per aðgerð versus það að það koma til enga rekstur sem borgaði 100.000 var þetta eitthvað dýrara fyrir notendan? Nei. Okay. Nei, sko, þetta snýst það að sko, þarna ríkið er alltaf að kaupa þjónustu fyrir almenning. Þannig að kosta það sama fyrir notendan, sko? Já, fyrir notendan. Svo er það bara sér ákvörðun varðandi greiðslukerfi. Þetta kostaði nákvæmlega sama og það var áfram gert á Landspítalanum. Það kostaði til þess að gera ekki neitt fyrir notendan. En síðan er greiðslukerfi alveg sérmál. Pétur Blöndal til dæmis var að vinna að þeim málum og síðan var klárað að hafa greiðslukerfi þannig að þú borgir aldrei meira. Það var verk okkar sjálfstæðismanna að ganga þannig frá því að þú borgar aldrei nema hámark. Vegna þess að áður fyrir var það þannig að þó svo þú ættir ekki að borga fyrir ákveðna þjónustu segjum þú sett í krabbameinsmeðferð þá var allra handa annar kostnaður sem að lagðist til sem var ekki inn í endurgreiðslukerfinu. Guðlaugur, eitt hérna að sko ég er efahyggjumaður og ég efa svolítið það ef einhverju að reka þessu sko heilsugæslustöð sem ríki borgar en ég á hana að því ég hef skrifað margar fréttir oflækningar sem að fólk hefur bara búið til lækni og það er bara til bara í tölvunni minni sko. Það er dæmið þetta og hvert er eftirlit með þessu því að sko það er svo auðvelt að Einfaldamáli er þetta, sjúkratryggingar eru náttúrulega auðvitað með eftirlit en þeir eru fjármagnaðir, þannig á mótilega vera síðan með landlæknir sem er eftirlitsæðin og ég hef nú bara farið með foreldra mína í gegnum kerfið og maður sér ýmislegt jafnvel þó sem opinbera sem manni finnst nú ekki alveg vera upp á 10
Já. Og þannig bara lífið, þetta verður aldrei, við munum aldrei búa til fullkomna kerfi, en heið einfalda, sko, og þetta auðvitað bara norrænt módel sem við settum upp vegna þess að þegar við berum saman heiminn, að þá hefur við, og því að það sem við norræn ríkin eiga saman, það svona tiltölulega svipað heilbrigðiskerfi á Norðurlöndunum. Og ég allavega hef ekki sétt neitt annað heilbrigðiskerfi annars þar í heiminum, og þau ekki sér hræðilega, alls ekki, þau eru þetta flest bara sérstaklega þar sem við viljum bera okkur sama við, bara góð, en ég hef ekki séð neinu önnu módel sem ná því markmiði að vera með góða þjónustu fyrir alla. Því að það engin pólitískur ágreiningur það mér vitanlega á Íslandi, engin, að við viljum að allir fá að geta notið heilbrigðisþjónustu. Það sem við erum að benda á þú tekur einhver svona lítil skref, skilur við, en þau enda þannig að allt í einu erum við einhvern veginn búið að loka, heilsugæslu í, Raufarhöfn eða Þorlákshöfn. Ákveður segjum það? Þetta er það sem að, sko, þú hefur bara ekki kynnt þér nú vel heilsugæslunar í Svíþjóð ef þú neitar að trúa því að, svona sé þetta. Við höfum gert það og það er, fólk hefur allir einhverja reynslaði, þú hefur góða reynslaði að vera á heilsugæslunni á Höfða og það getur bara vel verið, en við erum líka, og ég bara trúi því að þar sé, en býttu, að við erum, það er þannig núna að þú tekur ekki arð út úr einhverjum heilsugæslum, sko. Og það er fundamental breyting ef við ætlum að gera það og það er það sem viðskiptaráð leggur til og það er það sem við drögum línuna af því ég get ekki trúa því að það sé hagkvæmast fyrir okkur og almennt fé og opinbera sjóði að þeir endi í vössum einkaaðila. Sko aðeins út af þessu, þetta fyrir þetta náttúrulega í vasa einkaaðila. Og þú talar um einkaaðila í heilbrigðisþjónustu og það er grundvallar munur og ASÍ dregur skýra línu á milli þess sem er hagnaðardrifið og óhagnaðardrifið. En menn hafa nú alveg lent í vandræðum líka með óhagnaðardrifið félögin, þetta er ekki dagsum fullkomin, aðeins bara út af Raufarhöfn. Þá sko, og þarna ólíkur saman að jafna. Við erum með 250.000 manns hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég beitti mér sjálfur fyrir því að svo sameina heilbrigðisstofnanir eftir heilbrigðisumdæmum. Og það er þannig að getur sagt landsbyggðunum við Raufarhöfn sem nú alveg sérstætt. Það er harla ólíklegt að við séum með sama fyrirkomulag þar eins og á höfuðborgarsvæðinu. Það bara segir sig sjálft og það er bara við erum í fá það er enginn að tala það og það er það sem við erum að benda. Tiltölulega stór, en hins vegar eru allir, ég held að það sé orðið viðtekin skoðun, allavega við þá sem ég er búin að tala og við tókum nú alla kjördaðum vikuna í þetta, að menn vilja hafa módel sem að tekur mið af því til dæmis þyngd þjónustunar og þannig að módelin séu þannig að nýtingin á fjárfesting og mannafla komi sem best út. Það er þá ég tala um fjármögnunarmódelin. Þegar þú ert með landsbyggð og það er ekki bara heilbrigðisþjónusta, það er ýmislegt annað, þá verður þetta að taka mið af því að þú ert með Raufarhöfn sem er mjög langt í næsta þéttbýlistað og mjög fátt fólk sem býr þannig á Norðausturlandi og síðan ertu með höfuðborgarsvæð og ég held að það sé engin að deila það og ein lausn útilokar ekki annað, aðalatrið þetta að allir, ef einhver verður gerðu heilbrigðisráðherra á morgun, þá munum við horfa það alveg sem maður sagt, nú fáum við 5% meira, þá munum við ekki segja, heyrðu, þetta er of mikið. Þú ert alltaf í því verkefni að reyna að fara eins vel með fjármunum svo hægt er til þess að almenningur, til þess að allir fá að njóta þjónustunum. Og er það gert með því að leyfa arðgreiðslur út úr sko arðgreiðsla því bara það að sko ef að þið núna ætlið að fara til dæmis í einkarekna þarna, segjum bara þið tvö að þið eru læknar og hjúkrunarfræðingur og hvað það er. Ef þið ætlið að setja á stofn eitthvað eigið fyrirtæki þá þurfum við að setja fjármuni sem þið eru ekki að fá neina þá það er miklu auðveldara fyrir ykkur þó að sé betra fyrir samfélagið að þið setjið það í heilbrigðisþjónustu, það er miklu betra fyrir ykkur að setja bara í banka. Einhvern veginn verðið að fá tilbaka þá fjármunni sem þið setjið inn. Nú fyrir að tala það. Nei, ég meina, þú veist... Peningamálinu, það er alveg... Má ég bæta þess inn í þetta? Þetta er svo áhugavert að hlusta á þessi ólíku sjónarmið. Þetta rifjar upp að þetta fyrir 10 árum síðan þegar ég fór í korter á þing. Þegar að Óttar Proppé tók að sér að verða heilbrigðisráðherra og við vorum alla mætt inn í þingsal og rétt búin að opna tölvurnar okkar þegar við áttum að vera búin að einkavæða allt heilbrigðiskerfið og það var mjög hörð umræða þetta á þinginu í tengslum við þetta og þetta svona
mér finnst þetta minnir á umræðan á þeim tíma og ég raunverulega þekkti ekki munin á einkavæddu, einkarekstri og allt þetta sem og svo, þú veist, ég bý við hliðin á heilsugæslunni Salahverfi og og ég nota þessar heilsugæslur allar og fór hugst tilbaka bara, ég vissi ekki svona af því þetta væri einhvers konar einkarekstri en þú veist, ég nota bæði niður á Hvammi sem ríkisrekið og Salahverfi og upp í Urðarhverfi og stundum bara svona hvar fæ ég tíma sem fyrst sko, þannig að ég hef ekki fundið fyrir því sem notandi, þú veist, gagvart þessu og ég alveg sko eftir þessa þvottavél og þurrkara sem við fórum í gegnum umræðinu með honum Óttari, þá ég alveg sammála því að það þarf að vera fjölbreytt rekstrarform og við eigum ekki að mínum að útiloka allan að gagvart minni reynslu sko. En svo ég ekki hef ég enga skoðun á þessu þegar ég var að tala um hvaða afleiðingar hefur það þegar að við farum að greiða út arð út úr þessum hvaða afleiðingar hefur og hvers vegna við höfum að gera það og þannig það bara, ég fagna þetta umræði, það bara, en þetta sama umræðin og við var fyrir 10 ára síðan sko. Og verður eftir 10 ári, menn það eiginlega mál sko. Herðið, en sko, ég las þessa grein allavega miklum áhuga. Mér fannst þetta reyfiðist upp í mínum kolli svona þessar oflækningafréttir sem maður skrifað. Þannig og ef menn eru kýrugir sko þá vont að þeir hafi kranan sko. Það er nú allstaðar. Já, heyrðu, það eru allra handa, við getum farið alveg í það en það að mörg að taka þar bara slepp okkur á sunnudegi mun ekki vera En það tala svona, það vísa í influens og slíkar lækningar eða því að ég hef ekki lesið greinina þína því miður, ég ætla að gera það því ekki með heim Já, hún á vísi Já, og svo, þú veist, ert þú að tala um slíkar oflækningar eins og En þessi oflækningar fyrirtæki getur náttúrulega fallist í þessu líka eins og ég var að tala um bara þú auglýsir á strætóskýli í Svíþjóð og auðvist með kvefkonto til okkar þetta er fólk sem þarf ekki að nota heilsugæslu sko. Það skilur við Það er svolítið hæpið sko. En þetta eru oflækningar þú veist svona að þýleitinu til líka sko. Já, en það En svo annað sem kannski, það alvarlega svolítið saman, það bara vantar heimilislækna. Algjörlega. Það að vísu mjög hátt hlutfall af læknum á Íslandi í sambandi við önnur lönd, mjög hátt hlutfall af hjúkrunarfræðingum, fengu góða kynningu sjúkratryggingum með þetta sem kom mjög óvart, því það ekkert langt síðan að það vantaði virkilega heimilislækna. Já. Ég bara, það vantar enn. Ég hveti ykkur til þess að bara, og ég vona að sjúkratryggingar, þetta er náttúrulega engin leyndarmál þessi gögn, ég nú með þau í tölunum minni, en það kom óvart og kom okkur öllum óvart sem við sátum þarna að sjá það hvað við stöndum vel, hvað varðar fjölda lækna og hjúkrunarfræðinga. En við erum núna, en það sem að aðeins að blekkja í þessu, að við erum með dýrasta heilbrigðiskerfi á Norðurlöndunum en við erum ennþá það ung að við finnum ekki fyrir því jafn mikið þannig bersama fjárlögin. Það breytist hratt núna. Já, af því að og þetta eru bara tölur sem við fengið í fjárlaganefndinni og þannig að það eru stór verkefni framundan og þegar kemur að þjónustu fyrir eldri borgara, hjúkrunarheimilin og annað slíkt. Það er bara tifandi tímasprengja. Já, það er það. Ég vil segja, ég er mjög hrifinn af heimilislæknum. Ég var við fluttum heim frá Danmörku fjölskyldan 1983 og þá var ungur heimilislæknir sem var að opna stofu, hann var bara læknir fjölskyldunar og ef eitthvað var að þá var þetta að tala við hann var upp í Domus Medica alltaf á sömu skrifstofunni hann þekkt okkur öll, hann vissi nákvæmlega hvað ykkur hafði verið með krakkarnir og svo framvegis og það bara mikið, svo bara hætti hann fyrir aldursakir og það er allt annað að koma eitthvað þar sem kannski mjög klárt fólk sem voru aldrei séði áður og veit ekkert hvað máli snýst og þú ert að fara að rámsa öllu upp hver þú sért og hvað sé að þér og hver séu hugsanlega ánæmið hvernig þú þolir líf og svo framvegs. Svo þess að ég er mjög hrifinn af heimilislæknum. Tekur til þeirra það? Nei, þeir eru náttúrulega frábær svona fyrsta viðkomaða sko að vísa mér það áfram. Já, ég veit ekki hvort þetta tengist sko umræðinu hvort að ástandi hafi eitthvað versnað gagnvart því að fá tíma hjá heilsugæslunni en að minnstu kosti þá reyndi maðurinn minn að fá tíma fyrir einhverju vikur síðan og hún var sagt að hringja aftur í sumar. Já.
þú veist, ég veit ekki hvort þetta tengist þá þessari umræði, við vorum mjög hissaði hvað er óbáslega mikil biði núna. Það er mikil bið, sko. Viðskiptaráð gerði úttekt, en hún auðvitað punkt staða sem hefur verið gagnrýnt, sko, eða þú veist að, Eina sem ég vildi segja í sambandi við þessa einkavæðingu, ég var nú bara, mér fannst þetta bara mjög fróðulegt, spjallmilli ólíkra sjónarmiða, en sko, í þeim tilfellum, að það sé mjög löng bið eftir til dæmis einföldum aðgerðum sem að kópla fólk í burtu, þú veist, liðskipti eða eitthvað, kviðslit, eitthvað slíkt sem getur bara gert fólk óvinnufært ef það þarf að bíða í heilt ár, þá er ekki hægt að banna því að leita til ykkur sem bjóðast þess að gera þetta fyrir gegn greiðslu. Það sé að sumt fólk fer bara til útlanda, það eru til klínikur þar sem þú getur látið laga svona og það er bara, ég sé ekki sko glórun í því að banna slíkt. Þú getur ekki bannað og svo ég man eftir því sko, og við hefum verið og það sem verið gagnrýnt af hverju við hefum ekki verið að semja við innlenda aðila en borga tvöfalt hærri kostnað við að selja erlenda og ég man eftir því einhver tíma þegar ég flaug í góðu sæti til útlanda til Norðurlandana nokkað Svíþjóðar þá var ég þarna hitti ég konu sem var nú bara þú veist eins og greið, hún var bara sárt þjáð og var með dóttur sinni og sagði bara á hverju sem ég ekki við aðilina hérna heima, á hverju eru þið að senda mér út það kostar 2 milljónir meðan hitt kostar 1 milljón sko og þannig að það er nú eitt gallinn á þessu kerfi okkar já það er, en aðalatrið er þetta og það hefur verið á Norðurlöndum held ég bara þokkalega pólitísk samstaða um það að menn reyni að hafa það fyrirkomulag þannig að fjármunum nýti sem best og á hverju það gott, það þýðir það að almenningur er líklegri, miklu líklegri til þess að fá þjónustu. Þetta er eilífa mál, það er alveg til eins og þú nefnir oflækningar, það er til líka það að menn bara gera mistök og það er allt milli himins og jarðar sem þarf að líta til en okkur virkilega, við verðum að hafa augun á heilbrigðismálunum alltaf, en sérstaklega núna vegna þess að við erum að eldast mjög hratt og það liggur alveg fyrir ef að við breytum ekki í grundvallaratriðum þá munum við sjá hérna hræðilega langa biðlista, til dæmis eftir hjúkrunarrýmum eftir bara mjög fá ár og það er eitthvað og það er ekki bara sem snertir viðkomandi sem þarf að koma sér fyrir þar heldur snertir, það tekur út heilu fjölskyldunar hérna sko það er svo margt sem hægt að tala um það er hérna þetta að íslenska ríkisstjórnin gekk í lið með suðurafrískri til að hérna fara í mál við Ísrael hann er fyrirverandi allt þessi sko já, hann er fyrirverandi allt það er bara titillin hans hérna hvað voru að lengi í pólitík? Ég var 6 ára eða 4-5 það er svona fyrstu pólitísk afskipti sko. Þetta er búin að koma við já, ég er búin að koma við það er alveg rétt, mér finnst þetta gaman já, en þetta hérna sumir fagna þessu að við séum svona stöndum upp á stólnum og meðan aðri gagnrýna þetta harkalega sko ég bara veit ekki almenna nógu mikið út á hvað þetta gengur Nei. Og maður stundur hræddi við að hérna svona dyggðarskreitingar og jafnvel sýndarmennsku hefur þetta eitthvað að segja fyrir einhvern í veröldinni maður veit það ekki sko en hitt er hann að mála þetta er alltaf að standa með fólki sem stendur höllum fæti og svo framvegis sko Ég allavega fagnaði þessu ég hérna hef svona næstu því svona, ég fann svona barnaleg viðbrögð sem ég var með sko sem voru, ég var svona eiginlega pirruð að þetta hefði ekki gerst fyrr svona þegar maður fær loksins það sem maður vill að hérna, þá var maður pirraður yfir því að það hefði ekki þetta var svona átti stað þegar það kannski skipti mestu máli sko. Þetta var svona kortir í þrjúgæinn, svona hann bara var verið að loka fyrir þetta. Já, það var pínu upplifunin sko, þannig að, en ég, þú veist, það er kannski ósangjöld gagnrýni sko, þannig að ég ætla ekki að, hérna, en það var, þú veist, ég, þetta mál Suður Afríku kemur fyrst fram sko 2 ár síðan og þú veist, ég hef mætt á þú veist, ég get talið ekki á höndum annar handar þú veist, mótmæli Ísland-Palestínu sem ég hef mætt á sem að hafa kallað eftir nákvæmlega þessu
síðan sko árið 2024. Já. Þannig að það svona, ég fagna þessu, en og nú einhvern veginn koma gagnrýnisraddir og spyrja hvort það sé búið að greina hagsmuni Íslands í þessu samhengi og einhvern veginn segja að slíkt hafi ekki verið gert og eiginlega mín viðbröð eru ef það var ekki einu sinni gert, af hverju vorum við þá ekki löngu búin að gera þetta? Já, einmitt. Eða það var svolítið mín... Þetta svona, bara við þekkjum þetta stráðan, fólk er í þrú. Það er ekki aðeinir, sko. Herðu, en hérna... Má ég kannski aðeins? Já, sem fyrrverandi utanríkisráðherra. Nei, við beittum okkur í minn tíð sem utanríkisráðherra mjög mikið og kannski aldrei meira og voru kosin mannréttindaráð í kjölfar þess. Ég meina, hér komu 2 konur til mín, einn frá Filippseyjum, Marisa Ressa, sem setna vegna Nóbelsverðlaun og þakkaði mig fyrir lífgjöfina því að hún sagði við höfum ekki beitt okkur eins og við gerðum að þá hefði þeir, já, hún sagði mér það bara að drepa hana og sömuleiðis kom önnur kona frá Sádi-Arabíu sem þakkaði mér sömuleiðis að við athygli sem að þetta fékk gerða verkum að þeir heiktust við að halda konum sem voru settar í fangelsi fyrir að keyra án eiginmanns eða manns, þarna halda þeim lengur. En hins vegar þannig að Ísland mun ekki geta bjargað öllu því sem bjargað verður. Nei. Og þegar við fórum til Sádi-Arabíu, ég vonum þá í mannréttindaráðnum, fyrsta þjóðin sem gerði það, að þá gerði ég mat á því hvað afleiðingar geti haft ef þeir færu á fullu í okkur tilbaka. Og við mátum að það var alveg ásættanleg áhætta sem að veri tekin og ákvöru vegna þess að mitt hlutverk var að gæta hagsmuna Íslands. Það er engin annar að gæta hagsmuna Íslands heldur við, sko. Nei. Og mér finnst þetta skrítið að þegar menn fari þessa vegferð, það sem að vekur athygli mín það er ekkert Norðurlandana með þessu. Nei. Við erum ein. Við erum ein, já. Og maður skildi menn hljóta að undirbúa þetta. Bara hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hvað gæta? Já. Það er ekkert. Það er eðlilegt að spyrja því. Ekkert. Og ég veit það ekki. Og þegar maður horfir á þetta og þetta er ekki svo hjálpa blindum manni við gótu. Nei, þetta er ekki þannig og við viljum alltaf og mögum alltaf að standa með mannréttindum og lýðræði að það er ekki þannig og það er engin þjóð þannig þó sé miklu stærri en við að menn reyni að bjarga öllu alltaf, sko. Það er bara að vera fremst í víglínu þar þó svo við þetta standa réttu megin í þessu. Þannig að ég er svona, mér finnst þetta eins og þetta sé gæti verið eitthvað svona sem menn er að hlaupa á því að menn finnst eitthvað óþægileg umræðan Evrópusambandið eða eitthvað annað sem að menn vilja draga athyglinna frá og það eru bara mjög skrýtnir. Nei, alvöru tala, heldur að menn sé að leika svona leiki? Ég var þarna, hérna í 5 ár, sko. Og varst að leika svona leiki? Nei, aldrei. Og þegar þegar maður horfir á og segir, eru þið búin að undirbúa þetta og kanna hvað afleiðingar? Nei. Nei. Það fólk er ekki fætt í gær, sko. Nei. Og á hverju ósköpunum er ekki búin að kortleggja þetta áður en að menn eitt Norðurlandana og reyndar að þannig að maður sé nú ekki lönd sem við berum okkur sama við þarna. Ég meina við erum alla jafna ekki að bera okkur saman við Suður-Afríku. Kannski Holland og Belgíu og Írland. Það er alveg þjóðir sem ég er alveg til að vera með í liði, sko. Og kannski bara þurfti einhvert Norðurlandana að hafa kjark og kannski fylgja hinn á eftir. En þú ert alltaf að vinna heimavinnu. Theodóra, förum svo í Kópavog. Já, loksins. Þú ert búin að vera bæjarfulltrúi í 2-3 kjörtímabil? Já, 3. Og svo í nefndarkerfinu svona sem svona kona á lista 4 ár þar á undan. Þannig þetta er svona orðin 16 ár. Já, og þú ert ákveðin að hætta? Ég er ákveðin að hætta. Já. En af hverju? Þú ert dugleg, þú ert svona bend á eitt og annað sem þið finnst miður fara. Já, þó mér þykir erfitt að segja það, þá er ég bara svolítið svona búin að gefast upp. Já. Og þetta er svona, ég veit ekki hvar ég á að byrja, en að því að sveitarfélögin hafa svo takmarka fjármagn og eins og í Kópavogi til dæmis, það er engin afgangur, skilur, af rekstrinum hjá okkur. Kópavogsbær er á 5-6 milljarða yfirdrætti upp á 10% vexti. Við þurfum að taka 3-4 milljarða láni hvert einasta ár og síðan er það þannig að eins og á þessu ári 2026
þá því spáð að þetta séu svona 180 milljónir sem að við, samkvæmt áætlun sem að við myndum skilja í afgang, sem þetta ekki afgangur ef við þurfum að taka 3,4 milljarða á láni og vera með þessa mikla yfirdrætti. En sko, þannig að við höfum svolítið svigrum, þetta gengur, þetta rúllar, þetta alveg, en hvort þetta sé góð fjárstýring, þú veist, þetta hefur ekki alltaf verið svona. Núna þetta bara svona, þú veist, þetta staðan sem að, í svona stóru myndinni sem að við búum við og við höfum svolítið verið að líka að berjast fyrir því að börn sé ekki á biðlista, eins og staðar í dag þá eru yfir 100 börn á biðlista í Kópavogi sem að þurfa einhvers konar stuðningsþjónustu að halda. Skólastjórnendun okkar eru úrvinda og eru konur í kulnun og hafa verið að berast fyrir því líka að það sé svona komið inn í kerfið og við erum líka búin að vera að leggja niður úrræði fyrir börn sem þurfa þetta. Ég er smá svona undanfari yfir því að ég svona þessi umfjöllun sem var til dæmis þetta verkefni í Vetrargarðinum í Smáralindinni sem kemur inn núna bara 4 vikum fyrir kosningar, hvergi á áætlun og fer einhvern veginn bara svona konfetti hraða í gegnum bæjarstjórn, allt í trúnaði og því slegið upp að þetta vera í samræmi einhver áætlanir, í læsisáætlanir, eitthvað slíkt, en það fór ekki eins og fyrir menntaráð. Þú veist, við búum í stjórnsýslu og ég var svona, getum við tekið einhverja opinbera umræðu, getum við fengið umsagnir, getum við tekið, hvaða áhrif hefur þetta? Af því að mér fannst þetta vera, af því ég þekki Vetrargarðin, ég þekki Smáralindina, ég var þar 10 ár eða 9 ár. Og ég veit, og ég rak hennar Vetrargarð, ég var markastjóri, ég veit alveg hvað þetta kostar, þú veist. Þannig ég spurði mig hvort þetta væri rétt forgangsröðun að fjármagni að gera það núna og með þessum hætti og fæst okkur til 10 ára. Og en það var einhvern veginn bara, það var engin umræða og ég skrifa grein þetta og ég skrifa bara rétta grein, nákvæmlega eins og þetta stendur í glærum og í leigusamningnum en sem að eru trúnaðarmál, það má ekki opna þetta. En þannig að ég svona ég skrifa bara grein þetta og það auðvitað alltaf fyrstu viðbröð að ég sé að ljúga og allt þetta, þú veist, það bara alveg eðlilegt ef þetta fer svo í gegnum einhvers konar umræði í fjölmiðlum. Ég var ekki að ljúga neinu, þetta bara svona og það sem ég gagnrýna og líka vegna þess að í fyrsta lagi að því að ég veit hvernig konseptið Vetrargarðurinn og viðburðahald og hvernig hann var hugsaður sem svona Vestlandina borguðu markaðsgjald og þessi rekstraraðilar sem þarna eru inni til þess að búa til viðburði til að draga inn fólk og það hefur áhrif á verslunina. Og þetta var bara módel sem var og þú veist, uppi við. En núna ætlar Kópavogsbær að belgja út þennan rekstur og festa sér til 10 ára og með þessum aðdraganda sem mér finnst ekki góður, ekki góð stjórnsýsla, ekki góð vinnubrögð. Og við ætlum að núna að fara að borga leigu fyrir Vetrargarðinn og við ætlum líka að borga þetta markaðsgjald og við ætlum að sjá viðburðina og þú veist, ég hefði viljað fá miklu opnari umræðu þetta hvort þetta sé rétt leið hjá okkur að gera þetta með þessum hætti af því að við í gamla daga, ég ætla að segja það, þegar ég var þarna í markaðsmálunum, Gunnar Birgisson var hérna bæjarstjóri í Kópavogi og þegar Smáralindin var að opna, þá færðu við menninguna, þessi bæjarstjóri sem þá var færði menninguna inn í Vetrargarðinn og viðburði sem voru í salnum og gerðasafni þeir voru líka í Vetrargarðinum. Kópavogsbær borgaði ekkert fyrir það. En þetta var bara mótilið sem var á þessum tíma. Þess vegna og svo gekk og var þetta viðburðahald í mjög mörg ár. Þess vegna skil ég ekki af hverju Kópavogsbær ætla að fara að borga fyrir þetta núna, bæði að leigja þetta mjög dýruverði og kosta alla viðburðina. Á ekki að setja upp bókasafn að það? Jú, það partur af þessu. Það er almenningsbókasafn, en við ætlum á sama tíma að leggja niður bókasafn í Lindaskóla sem það og en þetta einhvern veginn hefur ekki fengið að mínu mati nægilega góða umræðu vegna þess að svo þegar ég hringi í skólastjórnendur og spyr, þá vilja allir fá að við erum með 9 hverfi í Kópavoginum, skólahverfi, fólk vill bara fá sterkari, meira fjármagn og sterkari bókasöfn inn í hverfin þar sem börnin eru, staðar fyrir að senda þau þá inn í Smáralind. Sko, það er umræð sem ég myndi vilja taka, það rétta leiðin til þess að styðja við þá þessar stefnu sem í gangi og líka vegna þess að við erum nýbúin að fara gegnum þennan stórkostlega þátt í Kveik þar sem að það er ákall eftir því, þar sem börn bara eru ekki einhvern veginn í sama handriti og aðrir og upplýsta það að ef þau fengið þennan stuðning svo bara einhver börn eða með einhverja raskanir eða einhverja greiningar
og ef þú hefði fengið, og þetta er ekki gamalt, þetta er ekki sagt, mjög stálpaði og fólk sem er að koma fram og fjallum þetta, þetta er bara örfá ár síðan og þau segja bara ef þau fengið hérna stuðning þá kannski hefðu fengið betri úrræði. Við erum búin að fara gegn þetta hérna, en á sama tíma þá heyri ég einhvern veginn bara hvort sem einhverju svona sjónvarpsþáttum á MBL þar sem fólk er að tala um það að almenningskerfið eða þjónustan við þá sem að þurfa stoð og stuðningi í samfélaginu er alltaf að aukast og en af hverju förum við ekki í það að styðja við börnin, af hverju geta forgangsraða því fjármagni við að styðja við alla þá sem að þurfa því að halda, hvort sem eru einhverfir og það er ákallum þetta allstaðar, hvort sem það er í skólastjórnendur eða eins og þetta kom fram í Kveik. Þess vegna segi ég, má taka umræðu slíkt áður en við ákveðum það að festa það að leigja vetrargarðinn til 10 ára. Af því að ég hef fengið fjölmörg símtöl frá fólki sem bara reitt yfir þessu að það sé verið að gera þetta með þessum hætti sem að fá ekki þjónustu og við vitum það og við vitum hvað eru mörg börn á biðlista. Það er svona, og ég vonaði innilega að kosningarnar næst til sveitarstjórna snúist forgangsröðun. Af því litla fjármagni er ekki bara fjármagni sem er raunverulega ekki til. Við eigum að gera þetta eða ég styð alveg almenningsbókarsöfn, þau eru mikilvæg, en við eigum líka mjög stórt og flott, stórglæsilegt bókarsöfn í Hamraborg, rétt hjá. Þannig að við erum ekki við erum að sinna okkar lögbundnu skyldu og við erum með, og það hefur verið mikið ákall um það að fá menningarmiðstöð og bókarsöfn í efri byggðum. En við erum að fresta því nokkur ár til viðbótar með því að fara með inn í Smáralind. Þannig að við erum að sinna bókasafninu, það er flott almenningsbókasafn með viðburðum á menningartorfinu okkar. Skólarnir og hverfin vilja fá frekari þjónustu. Megum við taka umræðinu með það? Ég hrættur að maður sé ekki nóg mikill Kópavogsbúi til þess að vera inn í þessum málum. Nei, ég veit það, en þið eru líka með heilbrigðis og þjónumálum. Þetta er mitt hjartansmál. En ég hugsaði bara því að sá að það var að tala um þetta mál. Ég hugsaði bara til þess að því ég býr nú nálægt Kringlunni og það er svona minn helsti staður. Að þar er mjög gott borgarbókasafn, geysilega mikið notað. Já. Og ég held að þetta sé mjög góð hugmynd að vera með þetta á þessum stóru verslunarhúsum, það sem að fólk fer að versla, þá er bókasafnið þarna líka. Já, ég meina, ef það er samlegar áhrif, við erum með glæsilegt bókasafn upp í Hamraborg, mjög flott. Það er svolítið langt á milli. Nei, það er ekki langt á milli, en það er líka ákall um það að fá bókasafn inn í hverfin. Og það eru almenningsbókasafn sem er þá í þessara nærþjónustu. Æðislega þetta í Úlfarsárdalnum bókasafn og sundlaug saman. Já, og framvöllurinn. Já, ég meina það hafa líka komið hugmyndir um það að upp í Salalaug og í tengslu við þessar íþróttahallir og upp í Kór og fleira að vera með svona almenningsbókasafn og einhvers konar menningarmiðstöður inn í hverfunum. Af því að Smáralind er ekki mjög barnvænt þannig séð upp á göngufæri að gera og annað. En svo fannst mér ekki heldur vera mjög skýr markmið með þessu ef þetta á að styðja við læsisstefnuna og áætlanir gagnvart grunnskólabörnum þá væri kannski önnur leið betri að þá fara með þetta fjármagn inn í það sem börnin eru allan daginn, heldur en að vera sendað þau inn í Smáralind. Ef þetta á að vera bókasafn fyrir fullorðna, þá er þetta alveg nice to have. En þá spyrir maður líka, er þetta þá, má þetta aðeins bíða þar til við eyðum biðlistum hjá þeim börnum sem að þurfa stuðning að halda? Röng forgangsröðun. Já, vegna þess að með fjármagni sem er ekki til. Þetta er maður ekki nákvæmlega inn í sig, úr því að þú ert að hætta, ég vil nú samt segja bara eins og því að þú ert alveg þinn þátt í því eins og því öll í bæjarstjórninni þá mér fundist þið byggja upp glæsilegt bæjarfélag og talandi þjónustuna þar sem maður sé að þjónustukunum þá verðist með því nú alla jafn að vera hátt uppi í samanburði við aðra og menn þú bæði verið meiri og minni hluta í bæjarstjórninni og ég held að mig nú aðeins bara klappar á baki fyrir það að
allavega ég var í minni æsku þá Kópavogur þótti nú ekki hátt skrifaður en það búið að breytast í grundvallatriðum og þar sem mann reyna að halda börnunum sínum innan borgamarkana, það erfitt þegar maður með þessu öflugu sveitafélög eins og Kópavog og Garðabæ og Hafnarfjörð sem að ef þau fara þangað þá ekki nokkulega að fá þau tilbaka meðal annars út af þjónustu við barnafólk eins og leikskólamálun og annað slíkt að það ekki í borginni minni okkar að þá það bara börnin horfa bara að segja bara fyrirgefðu. Nei, það besta módelið í Reykjavík. Já, lengst í biðlistinn og ég nú bara að tala reynslu sko, við erum að halda börnum inn í borginni sko, sem eiga börn eða fullorðið fólk sem á börn og þannig að, en mér finnst hins vegar mér finnst spennandi og svo veist að nefna hérna varðandi og þið að ræða sko þú veist, ef maður fyrir svo í svarthvíti Íslanda þá bókasafn bara einhverju húsi sem að þú gekkst í og mér finnst þetta spennandi því að vera að setja saman bókasafn og svo menningarstarfsemi, íþróttarstarfsemi, sund, verslanir, bíó, ég ætlaði að fara að horfa á Ken Dalglish að hún hætti að sýna þarna í Smára bíói en mér finnst gaman þegar við hugsa þetta aðeins öðruvísi og við erum kannski á Íslandi öðruvísi þó sem maður vildi hafa þannig að við verum alltaf úti þá eins og Smáralindin náttúrulega svona sko, það svolítið mikið ves að vera ganga í einhverju slarki þarna ákveðin tíma ás þannig að þessa bókasafn sko inn í hverfunum að ég flutti 15 ára inn í Voga og þar var bókasafn var í hverfinu þetta uppi í Sólheimum og ég náttúrulega kynntist mikið af svona Voga fólki og þau voru að segja mig sko bara þegar það kom nokkrum árum fyrir þau voru kannski 10-11 ára eins og jafnaldrar mínir það opnaði bókasafn bara fólk trúði þess ekki hvílík dásend ég notaði þetta mikið sko þarna bara á menntaskóla árum og svona Gunnar Smári var þarna alveg alla daga las biblíuna spjaldan á milli og sagði okkur að vera heiðingja þegar áttum ekki biblíuna hann var krætti alveg rosalega harður í þessu öllu saman en hann, Já, þú veist, ef við ætlum að verja meiri pening í bókasöfn þá myndi ég vilja að minnstu kosti að myndi ræða það að styrkja þessi hverfisbókasöfn og búa til fleiri almenningsbókasöfn og fara inn í hverfið þar sem börnin eru það eitt og hins vegar sko þetta eins og ég var að nefna bara aðdragandinn að þessu að þessari ákvörðun að festa 1,5 milljarð í rekstur á þessu það reyndar að mínum mati van áætla vegna þess að það ekki búið að gera ráð fyrir viðburðahaldi eins og þeir eru búin að boða þannig að og ég veit að þetta verður mjög dýrt að reka viðburðahaldi í Smáralindinni en þetta alveg virkilega svona alveg nice to have að fara með þetta þarna inn í Smáralindina en ég myndi, svo að segja, þá myndi ég miklu velja allavega að fá að taka umræðu það og og skoða líka hvort að það sé hægt þá að styrkja þessi börn sem þurfa á stuðning að halda í alvörunni og ég þurfti að horfa á þáttinn kveik, einhverfa einstaklinga bara í áföngum. Mér finnst þetta svo og þetta bara ástæðan fyrir því sem bara ok, ég gefst upp. Við erum búin að reyna í svo mörg ár. Ég reyndi með lýðheilsustefnu Kópavogsbæjar að auka geðrækt barna og opna geðræktarhús, það er búið að loka því. Við erum búin að reyna alveg óbáslega lengi í að tryggja það, að byrja fyrr, að grípa þau börn sem þurfa því að halda. Nákvæmlega eins og ákall í þessum þætti kveik og stundum ekki sem bara, ok, ég var í 12 ár og það var ekki neitt árangur því. Herri krakkar, eigum síðustu mínútunum í komandi kosningar. Guðlaugur, þú ert fyrirverandi borgarfulltrúi. Þetta alveg... Alveg við síðastan. Nei, en sko, það klofnar úr Sjálfstæðisflokknum. Það eru farnir 3 núna, einn varaborgarfulltrúi og 2 borgarfulltrúar sem eru ósáttir. Já, þetta sko ástæða fyrir að menn fara alltaf í prófkjör það á endanum það að uppstillingar reynast erfiðar. Þarna var uppstilling. Já, og við sjáum að það ekki allir sáttir. Nei. En hins vegar hef ég heitt mikla ánægju yfir listanum og það stemming í Sjálfstæðismönnum fyrir þessar kosningar og ég vil nú ekki trúa öðrun að það verður nú breið samstöðum að skipta meirihluta en svo vonandi kemur ekki aftur eitthvað kameljón eins og menn kusu það líka síðar sko. Einar Þorsteinsson sem nú margt alveg prýðilegur
maður og vann alla staði, hann kjósi breytinga, kjósi mig og svo var hann komin upp í hjá Samfylkingunni og degi þarna stuttu seinna. Gafst bara upp maður. Og já, og svo gerist það í kjölfarið og ég skil það vel, en nei, við þurfum, sjálfstæðismenn eru bara bjartsýnir fyrir þessar kostningar og Já, en þetta stressandi kostningar. Það sko... Hvaða kostningar eru ekki stressandi? Ég ekki fyrir mig. Nei, það nei, já, þið hafið verið að missa fylgi, sko. Þið hafið verið að missa fylgi, sko. Og svo segir, kostningar er mælikvarði, sko. Og ef að skiptir miklu máli. Erum við ekki aðeins búin að læra það eins og ég er nú bara að hugsa sko, eins og forsetakosningu svona, ég er ekki búin að læra það að þetta er svolítið breytt. Við höfum talað saman fyrir 20 árum og talað að bara þetta hreyðist 1-2% pluss eða mínus, sko. Og ég er ekkert að tala þessi eitthvað því það að Sjálfstæðisflokkurinn vinni með yfirbyrðu, ég er ekkert að segja það, en ég er eins og að segja það að við munum það eins og í forsetakosningunum síðan, sko. Ég hugsaði örugglega svo margir að ég bara, þú veist, þetta er alveg vonlaust hjá henni Höllu. Hún er forseti núna, sko. Já. Og, en ég held að burtséð frá, ég meina við allir hvar ég stend og ég styð auðvitað minn flokk alveg einarlega eins og ég get, því ég held að það sé mjög mikilvægt að minni kosningar, en ef við ætlum að vera svona greinendur, sko, að þá held ég að við munum sjá mikla sveiflur í fylgi fram að kostningum. Ég held það. Já, ég líka. Mér finnst einhvern veginn bæði ótrúlega langt og ótrúlega stutt í þessar kostningar, sko. Mér líður einhvern veginn þannig núna. Mér líður svo að einhvern veginn umræðan eða einhvern veginn, já, maður verður að fara einhvern veginn svolítið hratt að heyra hvað svona áherslur flokkana, sko, því að það er ekkert það langur tími í kostningar. Mér finnst maður svona lítið hafa, sko, heyrt, eða, þú veist, af því að það eru bara núna raðast inn, þú veist, maður fylgist með kostningavaktina á Vísi og, þú veist, maður hefur ekki undan einhvern veginn af því að nú bara raðast inn listarnir, sko. Já. Er ekki akkúrat 2 mánuðir? Ha? Er ekki akkúrat 2 mánuðir í kostningar? Jú, ekki. Ég hef nú alltaf verið yfirlistur stuðningsmaður, sko, fyrst Reykjavíkurlistans og svo Samfylkingarinnar og hef nú verið á listum hjá báðum þessum hreyfingum í gegnum tíðina, náttúrulega í einhverjum svona skrautsætum aftarlega. En mér finnst svolítið merkilegt að fyrir svona kannski mánuði síðan þá var maður mikið að heyra rosalega bjartsýni úr röðum, sko, hægrimanna. Það að það sé komið svo rosalega þreyta með meiri hlutan og með Samfylkinguna og svo framvegis og það hljóta að verða umskipti og þeir munu taka sér líklega bara saman og það verður komið bara hægri blokk og þá með Viðreisn og Miðflokknum. Mér finnst þetta bara, síðan hefur þetta bara gjörbreytt landslag vegna þess að þessi bjartsýni hjá Sjálfstæðismönnum er ekki nema bara fíla og sundrung sem að hefur þeirra átt meðan það er mjög fín stemming hjá Samfylkingunni og verða að merkja ferskur listi með nýrri forystu og svo framvegis. Kannanir sýndu, sko, yfir 30% hjá Sjálfstæðisflokknum og rúm 20% hjá Samfóð fyrir mánuði síðan. Síðustu konunum þá er þetta bara jafnt, 25-6 hjá báðum. Svoleiðis að ég er ekkert svartsýnn á þetta. Svo finnst mér svona, mér finnst engin sérstök stemming í kringum, sko, miðflokkin, mér sýnist það ekki í borgarmálum, þó að hann hafi mikið meðbyr í landsmálum. Svo finnst mér nú til dæmis eins og, maður skilur ekki vilda vinstrið, þar er einn fulltrúi sem nýtur mikla virðingar, sem er Sanna. Nú síðast þá les maður bara fordæmingar einhverja 8 konur í sósíalistaflokknum sem var bara, sko, það er eins og hún sé höfuðandstæðingurinn sem er nú gömul saga og ný í vilda vinstrinu og er reyndar í að þeir sem standa næst, það er alltaf höfuðandstæðingurinn. Ég held að hérna eins og í Kópavoginum þá held ég að verði mikil breyting á að því að nú er, sko, við erum 4 í 4 flokkum í minnihluta eins og núna er og erum allar að hætta og Píratar bjóð ekki fram við í Kópavog, sannlega ekki heldur og allar ekki gefið það út og þannig að eftirstendur, sko, í minnihlutunum Viðreisn og Samfylkingin en svo hefur Ómar Stefánsson og Vinstri grænir boðað nýtt framboð og síðan Miðflokkurinn. En hafði ekki reynt áður? Hver Ómar? Já, hann er alltaf með, sko.
En Hann var í bæjarstjórninni áður fyrr. Jú, hann var áður og hann var bauð líka fram held í síðast og mögulega þar síðast líka. En það var í framboð sem heitir Fyrir Kópavog, minni mig. En hann ætlar að fara núna aftur fram með VG, þannig að það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr því. Þannig að maður veit ekki hvað verður með Framsókn. Þeir eru náttúrulega eins og allstaðar síðast, þá náðu þeir meira fylgi. Þeir náðu 2 inn í Kópavoginum. Þannig að maður veit ekki hvað verður, þannig að það gæti alveg verið allavega svona 3 kjörnir fulltrúar á lausu ef þetta orðaði þannig. En þannig að það gæti verið bara spennandi í Kópavoginum næst. Í Reykjavík, sko, þú veist að því að Samfylkingin er komið fyrir sjálfstæðismann og Miðflokkurinn, það vilja allir hafa sjálfstæðismenn í borgarstjórnarlauslega og lista, sko. Þetta nú búðalega leiðilega klísja með fyrrum sjálfstæðismann. Hann fór einu sinni á lista með Gísla Martin einu sínum. Nei, það var mér á lista fyrir Alþingiskosningar 2009. En það var nú ekkert auðvelt að fólk hvað menn þroskast. Þannig að ég kjósi bara eins og kók, the real thing, sko, bara kjósa bara sjálfstæðisflokkinn í staðinn fyrir þá sem voru í flokknum og er annars staðar. Þetta sé svolítið ólíkt, sko, í landsmálunum að borgarstjórnarkosningar til dæmis hafa alltaf verið kannski fyrst og fremst borgarstjórarkosningar. Þess að bara sást á því með að Davíð var, það vildi allir, og Ingibjörg Sólrúnu, það var bara traust. Davíð fór upp í 60% og svo hrundaði þegar hann fór. Og svoleiðis að ég vil nú bara segja eins og að ég hef bara hlustað á og fylgst með Pétri Marteinsinni og bara mér finnst það bara mjög áhæðilega með mjög svona fallegar og konkrétt og skýrar, sko, jafnaðarstefnu að leiðarljósi. En erum við ekki sammála því, ég meina það hinni flokkarnir allir reyndu að reyna að færa sig frá núverandi meirihluta, því að eins og borgarstjórinn Reykjavík, það er ekkert lítið mál, er ekki lengur oddviti Samfylkingarinnar og sama sjá við breytingarna hjá Viðreisn og það er alltaf vinstrið og ég meina þau tefla fram sínu. Já, en ég að segja, sko, ég get ekki séð það að neitt sé að keyra núna áfram og segja, heyrðu, þú gengir svo einstaklega vel hjá okkur í meirihlutan. Nú er svolítið flokkana að sína fram og heyrðu fyrir ekki, við erum ekki þessum fyrir meirihluti, annars er þeir sem voru í honum og eins og Sjálfstæðisflokkurinn segir, við vorum sannarlega ekki í honum. Það held ég að þetta gangi nú mikið út á. Ég allavega held að því ég var nú bara að hitta mjög mikið af fólki bara í morgun sem en nú í hverfi sem ég búi og það er bara þetta tal er bara að komið aftur að bara fara að kljúfa sér frá og þetta er bara fólk að tala með þetta í fullir alvöru vegna út af því hvernig er búið Þú náttúrulega í Grafavoginum. Já, en ég hitti fólk í Breiðholtinu því að við ræddum það. Það hefur virkilega orðið fyrir barðina og svo kannski er þessi kúltúr, mótmældakultúr ekki verið að mótmæla ekki jafn sterkur þar. Nei, en ég bara einn saga og hvað þetta er. Gulli að ég var tók þátt í kosningabaráttu, ég var í 3. sæti, 2017 í kosningunum held ég. Já. Eftir að það sprakk stjórnin. Og það var nú að brattan að sækja því að Samfóð hafði næstum þurrkast út í kosningunum árið áður. Og Ágúst Ólafur var í efsta sæti, ég var í 3. og við fórum víða og ég tók þátt í kosningabaráttu. Það var mjög skemmtileg lífsreynsla að fara á vinnustaði og svo framvegis. Svo stóðum við í verslunarmiðstöðvunum og dreifðum bæklingum og einhverju slíku. Og það var svo merkilegur munur eftir hvar við vorum. Í Kringlunni var allt mjög svona settlegt og kurteist og svo framvegis. Svo stóðum við heilan dag upp í Mjódd og það var einhvern veginn allt öðruvísi. Það var vissi vel tekið á mót okkur og svo framvegis. En það var mjög töluvert, maður bara fann svo mikinn mun. Svo komum við upp í Spöng og það var hrópað á okkur svona mist kortesresti landráðamenn. Svona í lokinu að það segja átt ekki svo þetta, við erum kurtis í grá það mátt alveg gagnrýni ykkur. Í borgarstjórnarkosningunum 1990 þá var Davíð náttúrulega oddviti og þá var stofnaður nýri vettvangur sem við köllum alltaf nýja vettling reyndar og Ólína Þórodóttir var í 1. sæti og þá er ég á DEVAF og við gerum alltaf skoðanakannanir og svo kemur niðurstaðan og þá er það þannig að 14 frá Sjálfstæðisflokki og 1 frá
nýju vettvangi og þá mótnarlega þá var að sækja kommentin og ég ringi heim til Davís og hann segir, hvað sagður? 14? Ég sagði, já, býtu, hvernig reikniði þetta? Hvernig reikniði þetta? Já, hvernig reikniði þetta út og hvað, og þá kemur hann með það að það munar svo litlu að það er 13-2. En það munaði samt, sko. Já, en finnst þið hérna, sko, þetta er alveg ómögulegt, sko, þetta. Hún fannst þetta algjörlega galið að fá svona skoðanakönnun. Já, mjög oft. Hann reyndi að breyta, sko, fyrir okkur í útrenningum. Allir afslappaðir í kosningadegi, bara hræðilegt. En mér finnst þetta ofsalega gaman í kosningum og ég veit að ég á eftir að ég þarf að fara úr landi þess þegar það kemur, því mér finnst svo gaman í kosningum, sko. Mér finnst svo gaman að tala við fólk, eins og tala að fara í Verslunarmiðstöð, það er ekkert mikið fyrir okkur að fara inn í Smáralind vegna þess að það er bara einhverju 30% gesta úr Kópavogi þar, þetta er alltaf bara fólk af öllu höfuðborgarsvæðinu, en hérna en lítum við sjálf sjá okkur en að fara út í þessu fyrirtæki og vera nýra þú veist, hérna bara úti þar sem fólkið er og taka svona þessi símtölu öll og mér finnst þetta svo skemmtilegt þannig að ég á eftir að ég myndi auðvitað taka þátt í þessar kosningabaráttu örugglega með þeim sko en hérna og veðrast það þarf ekki neitt símtal í mig þá er ég til í þetta sko en Hún er að fara fram, það er 2 símtal í það kannski. Nei, það er útilokað, ég er alltaf búin að ég er ekki svona lista vegna þess að ég hérna sagði bara að hérna, nei, ég ákvaði að vera ekki á lista því að ég væri færi svo, ég myndi veðrast svo, þú veist, þegar fyrir að nálgast kosningar. En mér finnst gaman í kosningar. Það er ekki svona verið í heiðursæti eða? Nei, ég er ekki hvergi. Alltaf bretti á listanum? Nei, ég bara er að reyna að hætta. Nei, en sko, reyndar, eftir það, sko, þetta var opinbert, þá fekk ég mjög mörg símtöl það að því ég var ekki að lista, hvort ég var ekki til að koma á aðra lista. Þannig að það var skemmtilegt líka. Þú ferð aftur fram. Ég spái því hér. Við erum konir á þriðja tíman. Klukkan er 14:05, 14:06. Ég ætla að þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna og skemmtileg spjall. Já, takk sem Theodóra, Einar, Guðlaugur og Steinunn. Og brauðaborðið heldur áfram eftirlega hérna eftir augnablik.